mjög örgur ef við má svo orðið komast sigur á Snæfell hér í kvöld. Hvað að skapa þetta fyrir þínar stúlkur? Við byrjuðum, það var bara jafnt í fyrsta leikhluta og svo held ég að þetta hafi komið með vörninni í öðrum leikhluta. Þá bara, þetta hefur skorað 2 stig, þannig að þá einhvern veginn fór allt að gerast og þegar maður byrjar að stoppa í vörninni þá fer boltinn að rúlla í sókninni. Þannig að það var mikið harka í dag en skemmtilega leikur. Liðin að koma á algjörlega ólíkum hraða inn í þennan leik í kvöldum lík munur á liðinu sem A er við. Er þetta að gera sig upp í að vanmeta ekki anstæðinginn í þetta skipti? Nei, alls ekki fyrir mig allavega, alls ekki. Ég meina þetta eru bara fyrir liðsfélagi mínir þannig að ég er allavega mjög peppuð að mæta þeim en svo er bara allir leikir mikilvægir og það er þétt þannig og efst í deildinni þannig að við stefnum að fara hærra við erum núna. KR, já ég meina við komum spáð öðru sætinu núna, hvernig finnst þér að hafa gengið svona það sem aðverðu vetur, hvernig finnst þér liðið að koma saman? Við erum bara betri í hverju viku finnst mér. Já. Við erum alltaf að kynnast hvor annar enn betur og betur, fá betra flæði og erum náttúrulega bara byrjuð með svolítið nýtt lið í haust. Þannig að við erum bara stefnum á toppinn og vonandi toppum við á réttum tíma. Hvernig finnst þér deildinni? Nú þú komin í þetta svona smáfæri, og þessi reynsla þessi mánuður? Já, þetta er bara mjög notalegt að vera heima og gaman að spila móti öllum aftur. Það er bara hörku deild og mjög flott umfjöllun og allt í kringu leikina, þannig að það er alveg til fyrirmyndar. Bara að hlakka til Vorsins kannski? Vorsins? Já, að sjálfsögðu, en það er langt í hana. Við tökum einn leik í einu. Já. Sáttu með að koma í jólafrí, smá frí núna? Já, það verður gott að fá aðeins smá frí og æfa vel og sem hættu tilbúinir í janúar. Bestu þakkir.